Halló! Herri, ég ætla ekki að hafa langt intro. Ég er búin að ákveða það. En í dag ætlum við að gera full face og first impressions. Þannig að ég basically bara fara að gera heilt andlit með nýjum vörum, eða vörum sem ég hef ekki prófað áður. Þetta er ekki allt nýjar vörur. Þetta er voða lítið eiginlega af nýjum vörum. En þú veist, við erum að prófa dót saman og ég ætla að gefa ykkur svona mínar fyrstu skoðanir. Þetta verður kannski smá langt, en þetta verður gaman, held ég. Ég er alltaf mjög spennt. Ég held að þetta verði stuð, sko. Þannig að við ætlum bara að vinda okkur í þetta. Ok, Ok, ég ætla að byrja á húðinni og það fyrsta sem ég ætla að nota er Prime Light frá Milani. Þetta er bara face primer sem að gefur ljóma. Það stendur inn á strobing og pore minimizing til á haustfjörð.is. Mér finnst mjög ólíklegt að ég muni ekki fíla það því að ég elska alla svona ljómapræmera og mjög margir hafa talað, þú veist, hafa sagt góða hluti hann, þannig að það er bara að henda honum yfir allt andlitið. Ég er nú þegar búin að setja mig rakakrem, of course. Mega mjúkur og góður. Ok, húðin minn er rosa Húðin minn er mjúk og fín, en ég myndi ekki segja að það var eitthvað mega glow í þessu, en það er, þú veist, það er smá. Núna er það sem ég er eiginlega stressuðust fyrir. Það er farði. Ég er hérna með kremfarðan frá RCMA sem er mjög mikið notaður í prókittum út allan heim. Eins og Ariel, hann notar þennan á Kylie. Og ég keypti bara svona testerpalettu, þannig ég geti, þú veist, bara prófað þetta án þess að fully investa í, þú veist, það er endur ekki það dýrt. En ég keypti mér svona palettu, þannig ég geti allan að fundið litin minn og svoleiðis og bara testa þetta eins. Líta svona út. Ok, ég hugsa að ég taki Dexta-litin. Það á að vera mega góð þegar ég gefi þessu. Gerum hálft andlit í einu. Ok. Því ætla ég bara að taka blenderinn minn og blanda. Ok, ég veit ekki hvort ég hafi verið að nota rosa lítið, en þú veist það er ekkert svaka þekki í þessu, en þetta er fallegt á húðinni, við ekki með það. Bætum smá við. Og þetta blandast líka mega vel. Ég kom bara hérna beauty blenderinn í. Sigma 3D8, já, ok, hérna fengum við þekkina. Oh my god. Ég held að mér finnst það bara frekar næs. Áferðin er bara svona, þú veist, milli. Hún er ekki of mött, en ekki of dewy. Ég veit ekki hvort þið sjáu, en það er svona eins og þessi eitthvað skrítið hérna. Það sem ég er með svona broslínur. Ok, þetta, ég er að fylgja þetta. Pretty good. Skulum setja á hérna hinn helminginn. Ég var að fatta að ég er ekki með hyljana til að prófa. Þannig ég ætla bara að tegja mig í Shape Tape. Þannig að það er líka bara fínt, þá sé ég hvernig hann situr ofan á farðanum og svoleiðis. Ég er að blanda litunum núna sem eru light neutral og fair neutral. Bara setja smávegis að light neutral af því ég er ekki það dökk. Og svo fair neutral til að lýsa. Og highlighta aðeins. Because I like to be highlighted. Í alvöru krakkar, ef þið hafi ekki, þú veist, ef þið eru ekki búin að splæsa í Shape Tape, vil ég gera mig greiða og gera það núna. Ég set linkinn fyrir neðan út af því að Tarte sendi til Íslands. Þannig að, þú veist, það er ekkert mál fyrir ykkur að kaupa hann, sko. Þið þurfið bara að fara inn international síðuna. Ok, ég held að húðin mín sé bara nokkuð flawless. Ég er að fíla hann að fara það. Ok, ég er ekki með neitt andlitspúður, en ég er hérna með, sem ég fekk að gefa frá lineup.is, svona kontor palettu frá Profusion. Það er þess auðvenn. Ok, það lítur svo svona út.
verð ekki að björt undir augunum og ég vil vera. Ég ætla ekki að nota þessa busta í þetta af því að þetta er ekki bustar sem ég myndi persónulega nota undir augun. Ég er bara hérna með eitthvað Body Shop busta og ég ætla bara að blanda þessum hérna ljósustu tveimur. Ég er stressuð. Rakaði heljaran úr línunum. Nei. Mér fannst þetta eiginlega bara að gera mig gráa undir augunum. Ég ætla bara að teygja mig aðeins í Morphe 06F sem er ekki til lengur og taka bara ljósasta og henda honum yfir. Sorry, ég sé að nota eitthvað sem er ekki til lengur, þetta er bara uppáhaldið mitt í alheiminum. Ef þið eru, þú veist, með aðeins sterkari húð en ég, eða vil ég bara hreinlega ekki vera sjúklega highlightið undir augunum, þá gæti þessi litir alveg virkað fyrir ykkur. Þú veist, púðurinn var alveg næs og þannig. En ég bara persónulega er orðin vön basically hvítu. That's just what I like. Þetta er aðeins betra. Ég er náttúrulega orðin svolítið svona cakey. En já. Heldum áfram. Skygging. Ég ætla þá að taka bustan sem er í þessu kitti. Þetta er svona skáskonarbusti og ég hugsa að ég taki þennan. Ég er stressuð. Ég tek hennan hér. Kaldasti liturinn í palettunni. Skulum ekki gera mikið, veit ég. Ok. Smá meir. Já, ég held að ég sé að fíla þetta, maður þarf bara að byggja litin svolítið upp. En hann er að blandast vel. Og þessi busti er þetta bara helvíti fín. Shit, ég byrja að svitna, mér er svo heitt. Þessi farð er að sitja mjög skringilega á nefnum mínu. Það eru sólapúður og svoleiðis í þessu líka. En ég held að ég ætla að nota annað sólapúður og ég ætla líka að nota aðra hældra en ég ætla að swatcha þessa fyrir ykkur. Þeir líta svona út. Þú veist, þeir eru alltaf lægi en ég held að mér finnst þeir vera frekar chunky. Sólapúðurinn sem ég ætla að nota er bara það sem er í skyggingapalettunni frá Body Shop. Ég hef prófað alla litina í palettunni nema sólapúðrið, þannig ég ætla að prófa það núna. Og þetta er liturinn númer 2, þannig þetta er dekkra kittið. Ég ætla bara að taka það svo lítið. PS, ég elska þessa palettin, mér finnst það algjör snilld. Ég átti bara eftir að prófa sjálft sólapúðrið. So far, so good. Kinnalitur. LA Girl en ég er búin að koma út með fullt af kinnalitum og skyggingapúðrum og eitthvað. Ég er búin að vera að nota einn litin rosa mikið en ég hef ekki prófað þessa. Ég ætla að taka litin Just Be You. Svona lítur svona út. Hopefully this works. Já. This is pretty. This is pretty. Ég er mjög hrifin af þessum kennuleitum. Mæla með þeim. Ok, næst er það Makeup Addiction Holy Glow Vol 2. Ég er bara búin að swatcha þessu liti. Ég hef ekki prófað andlitið mitt. Þetta er sem sagt frá haustfjör.is. Ég ætla að... Og þeir reyndar allt svona frekar grillaði litir sem ég sé svona alveg svart. Þeir eru hér, þú veist það er einn með svona grænum glans, einn með bleikum glans. Þetta er kannski ekki highlighterinn sem ég átti að velja fyrir þetta, en let's do it. Ég ætla bara að blanda saman þessum ljósustu. Svo hugsaði ég taki smá þessum bleika og setja hann á kinnana þannig að ég verði aðeins bleikari.
Mamacita. Mjög sæt. Sorry, ef þið heyrir mikið í Ásu, hún er bara á fullu að borða bein hérna. Mér við hlið. Ok, þú veist, náttúrulega er reflexið frekar, þú veist, grilla á litinn en þess að fallegt og glonsar og er sætt. I like it. Ég hef komið með major svitabletti af því að það er svo heitt hérna. Þegar það er heitt inn í íbúðinu minni og svo er ég með þessi ljós beint fyrir fram mig og ég er I'm burning up for you, baby, baby. Ég ætla að taka hennan bleika. Ég veit ekki hvort hann er eitthvað sést. Jú, hann sést. I like it. Ef þið eru til í eitthvað svona funky liti þá er þessi skemmtileg. Æði! En þá er komið að augabrúnum. Og ég er með annað hérna frá Line Up, svona kit frá Profusion. Og þetta er Brows kitið. Byrjum á því að opna. Sjá svo eftir því að hafa verið í bleikumból. Því ég þori varla lyft upp höndunum mínum því ég er með svo mikinn svitablett. Jæja, ok, þetta lítur svo að svona út. Fullt af bustum og augabrúnagel og æsættir little plokkari og svo er svona stencils og líka, já, skálskonabusti, greiða, augabrúnablýantur og síðan eru hér eyebrow wax og svo er highlighter og svo eru bara augabrúnapúður. Ég er ansi spennt fyrir þessu. Ég er enda líka smá stressi því að ég hef ekki notað augnskugga í augabrúnum mínar í örugglega mörg ár. En tökum bara fyrst bustan og greiðum í. Og svona. Púðurinn eru mega mjúk. Ok, þessi busti er frekar breiður fyrir Ég mun kannski þurfa að tegja eitthvað annað, en we're gonna make it work. Ég ætla að byrja bara á ljósari litnum hérna. Get ekki notað svona feitan busta. Ég er náttúrulega mjög erfiðar augabrúnir svona upp á það að það er eiginlega ekkert þannig. Liturinn lukkar samt næs og það er að koma mjög mikil vara. Ok, ég er að fíla þetta. Það er bara, þú veist, eina sem ég er náttúrulega bara, það er svo langt síðan að ég notaði púður í augabrúnina mínar að mér finnst, þú veist, það er að taka mig dálítinn tíma en púðri er mjög næs, liturinn er bara fullkominn. I am liking this. Ég ætla að taka hérna gelið sem fylgir með, það er bara lítið og grútilegt. Ok, gelið er kannski ekki til að hoppa húrra yfir en ég er mjög hrifin af púðrunum. Ég ætla bara að gera hina augabrúnina off camera og svo komum við aftur og höldum áfram. Ok, augabrúninar komnar á, ég er búin að skipta ból. Það síðasta sem ég ætla að gera með brúninar er að taka hérna bustar sem kom í kittinu og það er svona busti hérna megin og ég ætla að taka highlighter litin sem er með shimmery sem er þessi hér. Hann lukkar mjög næs. Ég ætla að setja hann undir augabrúnina. Mjög sætur. PS, update á farðanum. Mér finnst hann ekki vera að sitja fallega á húðinu minni. Ok, palettan sem ég ætla að nota er paletta sem ég hef nú þegar drullað yfir. Ég prófaði hana einu sinni áður og ég fucking hataði hana. Ég er að tala um Huda Beauty Rose Gold palettuna. Þetta hér sem er mögulegt að fallegasta bara sem ég hef séð á ævinni. En ég er búin að prófa svarta litinn og þessar hér tvo. Þessir hér tveir voru bara hræðilegir og svartir líka. En ég er að sjá svo marga sem ég elska þessa. Þannig ég ætla að gefa henni annan séns og prófa bara hina litin í palettinni. Og ég er, þú veist, ég er að vona, skilurðu, mér langar ekki að hata þessa palettu því hún er fucking gorgeous og kostaði líka ógeðslega mikið penning. Þannig að, prófum þetta. Byrjum á því að taka litin sem er hér sem heitir Sandalwood. Og ég er að taka R37 frá Morphe og ég ætla bara að poppa þessu í krísu. Ég held nefnilega að gæti verið að hinni möttu litinir í palettinu séu fínir.
Það er nú verið fyndið að hún hefði brotnað hana. Tökum hreinan burt og byrjum við kring. Ok, allt í lagi. Festist smá samt þarna. Ok, þessi er að blandast ágætlega. Ok, tökum M506 frá Morphe bara sem er bara mjög lítill busti og ég ætla að taka litinn henna sem er mjög fallegur og ég ætla bara að setja hann aðeins in the crease. Ég er bara aðeins að testa svona nokkra liti til að sjá hvað þið finnst. Tökum hérna Man Eater. Tökum hann bara yfir augnlokið. Ef þetta verður ljótt nú, þá verður þið bara, þú veist, að fyrirgefa mér. Ég er bara að testa þessar vörur, skilurðu. Það sagði enginn að þetta enda vel. Ok, tek Man Eater á svona flatan busta. Þetta er Mac 239 sem er mjög næs. Please ekki vera fallout, því að ég hef það bara á tilfinninguna að ég mun ekki geta dusta neitt í bursta af þessum helvítis farða. Ok, ekki fallout. Ég hef nú ekki sagt að þetta sé pigmentaðasti litur sem ég hef notað, ég vissi ekki náttúrulega svona. Þeir verða bara svo patchy, án djóks. Jesús, húðin mín er orðin ógeð, sko. Er ekki hrifin af þessum farða. Meip. Ok, þessi paletta er bara ekki fyrir mig. Mér finnst, þú veist, þetta er ekki versta paletta sem ég hef prófað, en þú veist, fyrir peningin. No! Nei! Við sættum okkur bara við að þetta er ekki næs. En ok, ég ætla að prófa þennan. Vivid Brights frá NYX. Hræódýr, heitir Vivid Fire. Ég hef heyrt mjög misjafnar skoðanir á þessum. Ég er mjög stressuð, eins og þið vitið, þá hata ég að setja liner á sjálfa mig, þannig að, þú veist, gangi mér vel. Því ég samt geri eyeliner á sjálfa mig, þá viðurkenni ég að svona applikatorar eru mitt. My favorite. Ég bókstaflega kann ekki að gera liner á sjálfa mig. Hehehehe. En hei. Ég er að gera þetta fyrir ykkur. Ok. Fyrstu skoðun. Þetta er nú bara ágætis vængur. Sko. Liturinn er mjög fallegur og hann er alveg litsterkur. En ég skil hvað fólk er að meina með að hann verði svona chunky. Því að, þú veist, þar sem ég þurfti að fara tvisvar þá er hann svona, lúkkar hann mega dræ. En ég náttúrulega þurfti eiginlega ekki að fara yfir allt upp á nýtt. Ok, ég gerði hitt augað og ok, þú veist, þetta er ekki hræðileg vara. Ef þið vantar litríkan liner sem er ódýr, þú veist, þá er þetta fínt. Málið er bara ef þú ert að byggja upp litin, þá verður hann svona frekar crusty og hann er mega þurr. Þú veist, hann er svo, hann verður svona smá eins og steypa. Þannig já. Þú veist, ég hata hann ekki, en ég á klárlega linera sem eru svona litaði linera sem standa sig mun betur. Þessi myndavél er ekki mjög En ok, ég ætla að henda mig maskara. Ég er með maskara sem ég hef ekki prófað áður. Þessi heitir Mad Lash Black Mascara og er frá The Balm. Svona. Ég er að fara að setja með augnhár sem eru frá Violet Voss. Þannig ég er ekki að fara að krulla augnhára mín. En ég ætla samt að setja með maskara. En af því ég er ekki að krulla á, kannski get ég ekki sagt ykkur almennilega. En eins og núna líka með hennan liner, þú veist, hann fór yfir augnhára mín og núna eru augnhára mín hörð og föst saman. I like this. Ég fíla hennar maskara. Hann greiðir vel og kemur nóg af vöru og hann klömpast ekki en hann samt að gefa voljum og lengd, þannig að mjög næs. Pretty good! Ég setja næri augnháran eftir. Sorry að birtan og allt, það er alltaf að breytast fyrir gefinni.
Ok, ég hérna með 2 augnhár frá Violet Voss. Ég held ég nota þessi. Þessi heita All the Wispy Ladies. Mjög sæt. Ok, þá eru augnhárin komin á og þú veist, þau eru mjög falleg, þau eru bara mjög ólíkt því sem ég vel mér vanlega því að þau eru mega þykk. En þú veist, þau eru mjög falleg og var mjög auðvelt að setja það á. Sem er auðvitað alltaf plús. I don't hate it. En ok, ég ætla að setja smávegis augnsugu undir augun. Ég ætla ekki að gera mikið, bara því ég vil ekki hafa það of þungt. En það þarf klárlega eitthvað á móti þessum augnhárum. Það sem ég ætla að taka er bara, ég ætla að taka fyrst bara Sandalwood sem var fyrsti liturinn sem ég notaði. Bara á svona pensilbursta. Og síðan ætla ég bara að taka smávegis af rauða litnum. Þá er það síðasta skrefið og það eru varirnar. Ég er hérna með þrennt. Byrjum á liner. Þetta er NYX lip liner í litnum Nude Beige. I have high hopes for this one. En ok, varaliturinn heitir Posh og er frá Mellow Cosmetics. Ég er sjúklega spennt fyrir þessum því að liturinn er fullkominn. Sjúklega kremaður og pigmentaður en líka sjúklega mattur. Og það síðasta sem ég ætla að gera á varirnar er að taka Butter Gloss. Þetta er í litnum Crème Brûlée. Ég er að vona að þetta gera þær aðeins svona. Ó, já. Það er svo góð lukt á þeim. Ok, mér finnst varirnar mjög sætar. Það eru svolítið meira nude en ég er vön og svolítið kaldari en I kinda like it. Ég er ekki með neitt nýtt spray en uppáhaldið mitt, ég veit það. Eða kannski veit það ekki. Er það ekki vel gert með mér á Snapchat? Þetta er Vitamin C spray frá Body Shop. Það er það besta í alheiminum. En ok, förum yfir allt. Brutally honest. Sko, ég er ekki að hata farðan. Þú veist, þegar ég horfa á mig hér, þá er ég bara, ok, þú veist, sæt og fín. En þegar ég kem nálægt, þá finnst mér hann sitja svona í öllum línum og mér finnst hann gera mig svona ellilegri. Þannig að ég þarf klárlega að halda áfram að prófa hann. Ég hata hann ekki, en hann er alls ekki að sitja vel á húðinni og hinnir farðanir sem ég elska. Skyggingapalettan, ég fílaði skyggingapúðrið og ég fílaði burstan, en ég myndi ekki segja kannski að þú þurfir að hlaupa út og kaupa hana því að mér fannst hitt ekkert vera eitthvað crazy gott. Kinnaliturinn frá LA Girl, ég elska hann, mér finnst hann mjög sætur og þessi hér, hún er mjög skemmtileg. Þetta er ekki liturinn sem ég myndi vanalega, þú veist, fara í, en þú veist, þið sjáu alveg hvað hún er glowy og falleg, þannig að, þú veist, hún er mjög skemmtileg. Ef þú veist fyrir svona funky liti, þá myndu fíla þessa í botn. Augabrúnar, eins og ég sagði, púðrin eru æði, þú veist, þau eru mjög pigmentuð og mjúk og auðvelt að, þú veist, það er auðvelt að vinna með þau. Ég er bara persónulega hrifnari af blýant, en þú veist, ég er að horfa á augabrúnum mínar og mér finnst það fucking gorgeous, þannig að ég er hrifin af palettinni og highlighter liturinn í henni var líka mjög næs. Ég myndi segja samt að augabrúnagelið hafi ekki gert raskat, en ándjóks, augabrúnum mínar að mínum mati eru gorgeous akkurat núna. Þannig ég er mjög hrifin af púðrinu, þannig ég mæl með því. Huda Beauty palettan. Kaupi ykkur eitthvað annað. Nei. Maskarinn, ég fíla hann sjúklega vel. Ég mun klárlega halda áfram að nota hann og augnhárin, þau eru að venjast, eins og ég segi, þau eru mjög ólík þeim sem ég vel vanlega, en þú veist, mér finnst ég bara ágætlega sæt. Linerinn, já. Þú veist, hann er ekki hræðilegur, eins og ég segi, ef ykkur vantar einhvern ódýran litaðan liner, þá er hann alltaf með fullt af flottum linerum eða litum í boði, þannig að þú veist, þetta er ekki besta litaða liner formúla sem ég hef prófað, en hann er samt ekki hörmung. Það er svona það sem ég hef segjað um það. Ég elskaði allt sem ég hef sett á varirnar. Mér finnst varirnar mínar top nice.
Sexy and Beautiful. Já, og primerinn. Primerinn var bara mjög næs, ég mjög klárlega að halda áfram að nota hann. Gaf mér samt ekkert brjálæðislega mikið gló, en þú veist, ég fílaði hann. Hann gerði húðina mína mjúka og fína og gaf mér smá ljóma, þannig að þar höfum við það. Ég mun linka allar vörunar fyrir neðan og vonandi fannst þið ykkur þetta skemmtilegt. Ég veit ég var kannski smá dauð í þessu myndbandi, ég er drulluþreytt og sorry ef að hérna birtan var alltaf eitthvað breytast og eitthvað. Eins og ég segi, ég er ekki búin að taka upp myndband í svo fucking langan tíma eða svona beauty myndband, þannig að við vinnum í þessu saman og já, endilega subscribeið og likeið og nennið í guðuna bænum að kommenta og skrifa eitthvað skemmtilegt. Og ef þið eru með hugmyndir af öðrum vídeóum þá með endilega líka kommenta það. Sorry, ég er alltaf að horfa sjálf mig að því ég er eitthvað svona, er ég sæt, er ég ekki sæt? Og já, við sjáumst í næsta vloggi sem kemur vonandi á sunnudaginn. Og já, takk fyrir móttökunar á vloggið. Mér þótti mjög vænt það. En hérna, takk fyrir að horfa. Eigið góðan dag og við sjáumst bráðum. Bye!